Starfsemi lögreglunnar hefur tekið verulegum breytingum á undanförnum árum. Hvernig tekst lögreglan á við kynferðisbrot, netglæpi eða auðgunarbrot? Verður fangelsinu á Akureyri lokað eins og boðað hefur verið? Með lögum skal land byggja. Páley Borgþórsdóttir er nýr lögreglustjóri á Norðurlandi eystra og hún er gestur í landsbyggðum. Fyrst, Páley, að starfa í lögreglunni á Íslandi, nándin, hún getur verið oft á tíðum mikil. Við búum í það fámennu samfélagi. Já, að sjálfsögðu það. Og snertifletir lögreglunar við borgarana eru mjög margir. Þannig að það eru oft sem að lögreglumenn þekkja og fólk sem vinnur á lögreglunni sem þekkja þá sem þeir eru að þjónusta. Að starfa í lögreglunni, er það á einhvern hátt bara lífstíll hreinlega? Já, allir það sé ekki bara þannig. Mér finnst oft þegar maður ræðir við lögreglumenn að sem náttúrulega eru mest út á vettvangi og í miklum samskiptum við almenninga þegar maður spyr þá sem hafa starfað svolítið lengi af hverju hefur við valið þetta starf? Af hverju valdur það að fara í lögregluna? Þá finnst mér svona rauði þráðurinn vera því að ég vil hjálpa fólki. Þannig að svona kannski að stæðstu leyti er þetta svolítið hugsjónastarf. Þetta er fólk sem vill aðstoða aðra og hjálpa þeim í sínum erfiðu málum. Líturðu á starfsemi lögreglunnar og hlutverk þá lögreglunnar sem er þetta þjónustustofnun? Já, klárlega. Og við þurfum að komast svolítið kannski lengra frá því að vera þessi gamla valdastofnun sem að lögreglan var hér áður fyrr. Við eigum í svo gríðarlega miklu samstarfi við borgarana og við eigum mikið undir að við höfum traust íbúasamfélagana og alla það sem við erum að þjónusta. Þannig að við erum auðvitað fyrst og fremst stofnun ríkisins sem er fyrir fólkið. Það er alveg klart. Sýneli þátturinn í starfinu, við þekkjum hann, þið eru að taka þátt í samfélaginu á gleðistundum og sorgarstundum. Já. En ósýnilegi þátturinn, hann fer ef til við kannski bara meiri tím í þann þátt. Já, lögreglan er að sinna fjölmörgum störfum og það sem almenningur sér og borgararnir á götunni sjáu þetta lögreglubílana vera að stoppa fólki í umferðareftirliti og einhverju slíku, stundum fólk verður vart við eitthvað læti einhver staður og þá þarf að ræsa lögregluna og kalla hana til. En að sjálfsögðu vera að vinna gríðarlega mikið af svona störfum sem kannski ekki sjást. Öll alvarlegustu brotin okkar eru svo sem ekki unnin fyrir opnum tjöldum. Það er eitthvað sem menn vinna allar rannsóknir og allt þetta sem fer fram og okkur er skylda rannsóka ýmis mál. Ekki bara glæpi, heldur líka slys og ýmislegt. Að þá fer það fram bara á lögreglustöðinni og það er þá mannskapur sem vinnur í því. Við erum með alls konar málaflokka sem við höfum verið að vinna mikið að síðustu árin eins og fólk hefur kannski tekið eftir. Við lagt mikla áherslu á heimilisofbeldismál, við byrjum að vinna með nýja verklagsreglur þar 2014 og þar er gríðarlega mikið að vinna sem enginn sér. Við erum líka að reyna að bæta okkur í ýmsum málaflokkum eins og kynferðisbrotum. Við viljum gera betur og við þurfum að gera betur. Við erum að reyna að teygja okkur til fólks. Við viljum fá þessi mál til okkar. Við viljum að þolendur tilkynni til okkar þessi brot eins og kynferðisbrot og fleiri og reynum að bæta okkar þjónustu eins og við getum. Við segjum alltaf að eins og með kynferðisbrotin að ef að þolandinn talar ekki við okkur þá koma þessi mál ekki til okkar. Þannig að við verðum að vera tilbúin til þess að veita þeim það skjól og þá vernd sem þeir þurfa til þess að þeir geti tala við okkur. Og ég held að það sé mjög mikið atriði. Þannig að við erum í rauninni með fullt af verkefnum, svo erum við með stór verkefni svona á landsvísu og heimsvísu til að mynda skipulega glæpastarfsemi. Það er orðið svo þróun á glæpastarfsemi heiminn að það er engin landamæri. Þannig að það er verið að eltast við alls konar glæpi þvert á landamæri og við eigum út í miklu samstarfi í gegnum Europol og Interpol og fleiri aðila. Þannig að það er stór hluti af okkur störfum líka að vinna þá vinnu. En hvað með þá sérhæfingu innan lögreglunnar miðað við þessa málaflokka sem að þú ert að telja upp? Hefur það ekki kallað á aukna sérhæfingu svona með tímanum? Jú, að sjálfsögðu. Og nám lögreglumanna er að verða alltaf meira og meira. Það eru gerðar ríkari kröfur og það þýðir það að menn þurfa að mennta sig meira og menn hafa verið mjög viljugir til þess. Nú er nám lögreglumanns komið á háskólastig sem er mjög gleðilegt og breytir ýmsu
og þar eru menn þá kannski, eru meiri tækifæri til þess að bæta við sig og taka kannski masterspróf og það sem þeir hafa lært og ýmislegt og verður gaman að sjá hvernig það verður svona í framtíðinni, þetta er nú tiltölulega nýtt. Við erum að fara inn í 4. árið með þetta háskólanám núna eða lögreglunámið á háskólastigi. Þannig að svo erum við auðvitað með alls konar verkefni innan lögreglunar sem hafa breyst svo mikið. Það eru meiri kröfur það að menn þjálfi sig á annan hátt en áður. Við erum með þessa hefðbundnu valdbeitingu, við erum líka með gríðarlega mikla kröfur skotþjálfun til dæmis. Og kerfið okkar er lagt upp þannig að það má auðvitað engin tími líða ef það er einhver byssumaður sem ógnar almenningi einhvers staðar, alveg sem að hvaða samfélag það er, þá þarf lögreglan að vera komin þangað á sem skemmstum tíma og það þýðir það að það eru allir lögreglumenn landsins þrautþjálfaðir orðnir í skotvopnanotkun og hjá hverju einasta embætti eru valdbeitingarþjálfarar sem að sinna þessari þjálfun og það er eftir hverju minnsta mánuði. Þetta er orðið mjög virkt og vel skipulagt. En starfsemi lögreglunar, svona þessi innri starfsemi þegar að starfsemin er orðin þetta flókin og sérhæfð, þurfum við þá ekki ofta tíðum að kalla til eða hefur það aukist að starfsmenn lögreglunar embætta séu ekkert endilega lögreglumenn heldur bara borgarar, venjulegi borgarar en eru að sinna, til dæmis netmálum, netglæpum. Já, þetta er þróun sem við erum að sjá bara aukast í lögreglunni eru fólk sem vinnur í tölvudeildum og tæknimálum og er að rekja elta skipulega glæpastarfsemi og afbrotastarfsemi á netinu og það eru afbrotafræðingar og það eru ýmsar svona aðrar tegundir starfsmennum bara lögreglumenn hjá lögreglunni og það mun aukast bara eftir því sem að við fyrir lengur inn í framtíðina. Ég er alveg klár á því. En þegar að þitt fólk sem þið fer á slysstað, dauðaslys, tökum það sem dæmi að viðkomandi þeir fara síðan ekki bara upp á stöð og stimpla sig út, dagurinn er aldrei ekki búinn. Nei, við höfum náttúrulega ríkar skyldur að rannsaka slys og þetta sérstaklega barnaslys og mikil áhersla lögð á það að það sé vel gert. Og nei, og ég held líka menn sem koma úr svona alvarlegum málum að þeir ná sér nú ekkert niður eftir svona aðstæður og búin að vera að vinna á vettvangi kannski lengi og þá yfirleitt leggja menn allt kapp á það að ljúka því sem hægt er að ljúka og hraða þannig málunum og niðurstöðunni og öllu sem þeir geta gert. En auðvitað er það líka ákveðið svona, hvað maður segja, þetta er auðvitað erfið mál og reyna á, þannig að það er auðvitað svona, lögreglumenn þurfa auðvitað að brynja sig líka. Hvernig félagsstuðningi þá innan lögreglunar, hvernig honum háttað? Það er svokallaður félagastuðningur sem að lögreglumenn reiða sig mikið á, að þeir hafa alltaf aðila til þess að tala við og fara yfir málin. Þeir ræða auðvitað líka mikið saman, þeir koma að erfiðu málum, þá nota þeir svolítið hvern annan, en auðvitað er hægt að fá líka þjónustu utan að koma til þjónustu og fá svona áfalla þjónustu sem er nú tiltölulega nýtt hugtak í lögreglunni. Maður hefur nú heyrt sögur frá svona eldri samstarfsfélögum sem hafa verið með alls konar útlistunar því hvað var aðlagt bara fara heim og fá sér eitt viskisnafs eða eitthvað það var ekkert verið að ræða þessi mál fyrir svona kannski 20 árum. Það er mikið breytt síðan þá sem betur fer. Nú er þetta allt svo sem á faglegri nótum og það er mjög gott. En hvað með starfsaldurinn miðað við þetta álag allt saman, eldast menn vel í starfi í þessu og haldast þeir í starfi? Já, þeir gera það. Þeir virðast gera það. Ég hef allavega unnið með þrautreyndu fólki og margir sem hafa verið mjög lengi í lögreglunni og það er rosalega mikilvægt og dýrmætt fyrir lögregluna að vera með fólk sem að býr að mikilli reynslu og þekkingu og það er auðvitað þörf á í rauninni hvað ég segja, allir flórun inn í lögregluna, bæði ungum og fullorðnum en þetta er auðvitað starf sem reynir á, menn auðvitað hafa misjafnar misjafnar leiðir til þess að verja sig en nú hef ég ekki sjálf starfað á vettvangi þannig að ég kann kannski ekki alveg að skýra frá því hvað er best að gera en menn nota ýmsar leiðir og það er ekkert alltaf eins hjá öllum Aðalmálið er að gera eitthvað.
kynjahallinn, hann nú einhver í lögreglunni ennþá eða hvað, en konum hefur fjölgað. Já, konum hefur fjölgað og sem mjög gleðilegt og við eigum samt ennþá langt í land. Mér minnir að á Norrlandi eystra séu við nú með 30% konur og eiginlega ótrúlega margar á Akureyri. Þannig að það er mjög ánægilegt en við viljum auðvitað hafa þetta blandað alveg. Það er þetta best ef þetta væri bara 50-50. Það er auðvitað það sem er besta niðurstaðan. Rannsóknir sýna að öllu fólki líður betur á blöndu vinnustað. Þannig að það er alveg sama hvaða stéttir eru spurðar. Það er alltaf sama niðurstaða. Fólki líður betur á blöndu vinnustöðum. Þannig að við þurfum auðvitað að taka okkur á í því líka. Með lögum skal land byggja, segir lögreglan og ef ég sé rétt þá stendur það í ykkar merki. Já. Hvernig eru Íslendingar? Eru þeir löghlýðnir? Já, ég myndi nú segja það. Þeir eru löghlýðnir. Ef þeir væri það ekki, þá væri við með stærri lögreglulið heldur við höfum í dag. Allur þorri almennings fer eftir lögum og vill fara eftir lögum. Og þá komum við aftur á þessu með borgarana og samstarf okkar við borgaran hvað er mikilvægt. Að við þurfum að hafa traust borgaran í okkar störfum og við höfum verið svo sem rík af því á Íslandi að hafa fólk ber traust til lögreglunar. Og það er svona okkar eini gjaldmiðill Við erum eiginlega stólum svolítið á það. Þannig að já, ég myndi segja það. Íslendingar eru nú alla jafna löghlýðnir. En til dæmis svona á bruna vettvangi eða þegar eru eldgos, þá svolítið eru menn svona í eigin heimi Íslendingurinn stundum. Já, menn gleyma sér stundum í svona einhverjum æsingi en ekki það sem eru kannski alvarleg mál, þá held ég að menn hafi kannski ekki mikið áhuga á því að vera alveg ofan í þeim og líta nú yfirleitt lokunum lögreglu. Það eru helst svona kannski náttúruhamfarirnar sem eru okkur erfiðar. Þegar fólkim finnst eitthvað eldgos ofsalega spennandi, þá er voða freistandi að fara sem næst upptökunum og ná sem bestu myndum. Þannig að menn fyrir kannski helst að gæta sín þar. Svona nýjustu fréttirnar sem hafa verið fjölmiðlum minnstakosti, hvað þitt umdæmi varðar, það er sem sagt lokun fangelsisins á Akureyri. Já. Hvernig er staðan í því núna? Já, staðan er svo að nú þessi ákvörðun er tekin 7. júlí og og síðan tók dómsmálaráður ákvörðun að fresta henni meðan júlí. Þá var ákvörðun tekin að fresta henni til 15. september og síðan þá er búið að vinna heilmikið að safna heilmiklum upplýsingum og vinna skýrslu sem að ríkislögreglustjóra var falið að gera og meta áhrif lokun á fangelsisins á embætti á Norrlandi eystra, það er að segja lögreglustjóra embætti. Og sú skýrsla liggur nú fyrir og mér skilst hún sé komin inn í ráðuneyti og ég hef nú bara svo sem sé draugaðan, ég veit svo ekki nákvæmlega hvernig þetta endaði en það er allavega komin einhver niðurstaða hvaða áhrif þetta hefur hjá okkur og það er auðvitað eins og við vorum búin að vera að halda fram. Þetta er skerðing á löggæslunni mjög mikið ef við þurfum að fara að sinna skammtíma föngunum okkar. Það er að segja að við höfum búið svo vel í þessum samstarfssamningi og þetta náttúrulega var hann góður fyrir báða aðila. Ég held þínum framháli fullum fötum að þeir fangaverðirnir, það var það 2 fangaverðir á daginn, þeir sinntu okkar skammtíma föngum. Ef við þurfum að fara að sinna þeim sjálf og fangelsi fer, þá þurfum við að setja 2 menn inn í það. Og það er að leiðandi eru að taka 2 menn á götunni á Akureyri og það er að leiðandi eru búin að skerða löggæsluna niður fyrir það sem hægt er að setja sig við. En fangelsismálastofnun á sínum tíma sagði að í sínum rökstuðningi að þetta væri fjárhagsleg ákvörðun. Já, og þeir ætla samkvæmt upplýsingunum sem að ég hef séð að þeir ætla að spara 65 milljónir á því að loka afplánun á fangelsinu og í rauninni gleyma því að þeir eru með samstarfssamning við embættið. Og það er svona bara 2 aðilar þessum samningi, það er annars vegar Fangelsismálastofnun og hins vegar lögreglustjóraembættið og svolítið, ekkert svolítið, bara afar svekkjandi að menn skildi ekki ræða við okkur áður en að þessi ákvörðun var tekin því að þetta skiptir okkur stórkostlegu máli og það er önnur hlið á þessu sem að við höfum líka haft þungar áhyggjur af og það er að þeir gæsluvarðhaldsfangar sem að við erum með vegna rannsóknar sakamála, þeir hafa setið hér. Og ef að Fangelsismálastofnun ætlar ekki að vera með starfsemi hér, þá vilja þeir að þeir sitji í gæsluvarðhaldsfangelsi á Hólmsheiði. Og þar að leiðandi, eða okkar mati,
hefur það gríðarlega áhrif á okkar sakamálarannsóknir og getur hreinlega valdið sakaspjöllum og lengist líka tíminn og kostnaður með þetta er mjög hár. Það þarf að flytja alla fangana suður, 2 á hvern mann og sér í bíl, gæsluvarðhaldsfangar fara ekki áætlunarflug og þannig að þetta er kostnaður bæði við það að flytja og svo þarf rannsakendur að fara og taka þeim skýrslur og slíkt. Þannig að þetta er mikið óhagræði og það sem er líka töluvert ágefni er að þetta myndi hafa svona bein áhrif á mannréttindi sakborninga. Þetta myndi lengja þeirra varðhaldsvist sem eru auðvitað náttúrulega þyrnir í augum allra sem að vilja stuðla góðum mannréttindum. Þannig að það er ekki nóg eitt og sér að skella þessu bara upp í eitt Excel-skjal og sjá einhverja niðurstöðu. Nei, og það er ekki hægt að mínu mati að bæta lokun fangelsis með peningum. Því að það verður aldrei hægt að bæta gæsluvarðhaldi nema að hafa það hér. Og það að hafa gæsluvarðhald því það að fangelsismálastofnun þarf að reka. Við erum auðvitað ekki með fólk í gæsluvarðhaldi alla daga ársins, en við erum alveg með kannski 15-20 aðila á hverju ári og þannig að þessu þarf að sinna og ennþá eins og heyrir, ég veit ekki hvernig þetta endar en þetta er að klárlega okkar áhyggjuefni að þetta fara ekki vel fyrir okkur þannig að við erum bara höfum ákveðna áhyggjur ennþá. Þannig að þú ert búin að setja svona hringu utan 15. september. Já, svolítið sko. Það er beðið eftir niðurstöðu. En þú býst ekkert mér heyrist hann á þér að þú sett ekkert vongóð að þessu verði snúið við? Já, sko, það sem að rauninni lá fyrir þegar að ríkislögreglustjóra er falið að gera þessa úttekt á okkur, að þá er ríkislögreglustjóri rauninni farið að skoða mótvægisaðgerðir við lokuninni, ekki að finna bestu leiðina. Besta leiðin og hagkvæmasta leiðin er augljóslega að hafa þetta óbreytt. Það er best fyrir skattgreiðandann, það er ódýrast, það er hagkvæmt, það er öryggi í því, þetta er fangelsi sem var vinsælt, var rekinn við góðan orðstýr, fangar vildu vera hér og menn hafa sendt nú einn ótal bréf til ráðuneytisins það að hér hafi verið virkilega betrun að ræða og slíkt, þannig að maður er búin að sjá svona alls konar upplýsingar bara svona fangelsismálin sem eru nú kannski ekkert mitt sérsvið, en já alls ekki, en aftur á móti þá hefur maður séð mikið af upplýsingum það sem að þetta hefur var að gefa góða raun og samningurinn skilaði svona báðir fengu sitt kvótu samningnum, fangaverðirnir sinntu föngum lögreglunar, á nóttinu var 1 fangaverður á vegum fangelsismálastofnunar og lögreglan kom inn til aðstoðar og þeir aðstoðu hvern annan eftir þörfum, embætti okkur greitt allan húsnæðiskostnað, rekstrarkostnað á ökutækinu þeirra og ýmislegt sko. Þannig að þetta var samstarfssamningur sem að báðir nutu góðs af. Það er alveg klart. Við bíðum eftir 15. september og þá kemur eitthvað. Tölum næst áhrif COVID-19 heimsfaraldursins. Hvaða áhrif hefur heimsfaraldurinn á starfsemi lögreglustjórans? Þú situr í aðgerðarstjórn eða hvað? Já, sko við náttúrulega almannavarnakerfið okkar er þannig að við erum vinnum við eftir viðbragðsáætlun sem búið er að setja eins og í þessu tilviki viðbragðsáætlun heimsfaraldur og þegar hún virkjast þá eru virkjar aðgerðastjórnir í öllum umdæmum landsins og þeim stýra lögreglustjórar eru aðgerðastjórar og þannig að lögreglan átliti lykil aðili inn í öllum aðgerðastjórnum eins og þegar orðið var við. Hvaða heimildir hefur þú þá til dæmis sem yfir maður þessa batterís? Sko, það er rauninni bara heimildir sem að lögin færa lögreglunni bara með lögum og það er auðvitað lítið þannig á það að ástæðan fyrir því að lögreglustjórar og lögreglufólk eru aðgerðastjórar og stjórna aðgerðum og bera ábyrgð á þeim er að þetta eru aðeinslega sem fara með lögregluvald og geta tekið ákvarðanir og borið ábyrgð á þeim. Það eru þetta margir sem koma að þessu samstarfi og við veltum því lítið fyrir okkur hver stjórnar svo sem frá degi til dags. Þetta er unnið mjög miklu og góðu samstarfi og samkvæmt áætlunum heimsfaraldur. Þá eru þetta sóttvarnalæknarnir og umdæmislæknar sóttvarna, þeir eru algjörlega lykilaðar þarna inni með sína
faglegu sín og sérfræði þekkingu. Þannig að þetta auðvitað meira í ætt við svona að það sé verið að komast að sameilir niðurstöðu. En ef við erum á neyðastigi og eitthvað stórt þarf að gerast, það þarf að taka eitthvað, leggja eitthvað undir sig eða rýma ykkur úr vegi, þá það lögreglunar að bera ábyrgð á því. Þannig að aðgerðastjórnin, hún getur verið kölluð til út af margvíslegum þáttum og þarf alltaf að vera tilbúin. Já, og við höfum í rauninni, hún var virkin alltaf all land hérna í vetur, í mars, en svo hefum við verið svona misvirk víðast hvar, en hérna á Norðurlandi eystra erum við að funda reglulega bara með öllum sem stóra aðgerðahópi í, sem það þá öll sveitafélögin og það eru björgunarfélögin og það Rauða krossinn og það eru þetta læknarnir í öllum umdæmunum og þetta mjög stór hópur, þannig að allir séu bara upplýstir og tilbúnir. Því að við áttum svo sem kannski vona á stærri seinni bylgju heldur en hún varð hér, en ég segi sem betur fer þá náðust nú utanum þetta. Þannig að þetta auðvitað stórt verkefni og lögreglan eru alltaf stórt verkefni í almannavörnum og það alveg sama hvort það eldgos eða ferjuslys eða umferðarslys eða hópslys eða hvað það að þá þetta auðvitað samstarfsverkefni viðbragðsaðila og lögreglumennirnir sem á vettvangi, þeir eru vettvangsstjórar. Þannig að það svona gegnum gangandi í okkar kerfi að lögreglan á þarna ríka aðkomu og það hefur gefist mjög vel. Ég veit til þess að erlendis þá líta menn hingað til Íslands og öfunda okkur af þessu að vera með lögregluna svona inn í almannavörnunum eða öfugt, hvernig sem maður lítur á það, út af því að það gengur allt svo hratt fyrir sig. Við erum með vant viðbragðsfólk, fólk sem á vettvangi og kann þetta og með þetta, alltaf með þetta á sínum borðum, að það ekki að fara að dusta ríkjaðaninu þegar það kemur til kasta þessara. En þegar þú svona horfir yfir sviðið allt saman, hvernig finnst þér svona innviðirnir vera að fungera í slíku? Innviðirnir á Íslandi? Bara, mér finnst þér virka bara mjög vel og það hefur tekist mjög vel hjá okkur að vera í góðu samstarfi við til dæmis heilbrigðiskerfið. Það nú svolítið nýtt við erum náttúrulega verið rosalega mikið með eldgos og svona annars konar sérfræðinga inn í aðgerðastjórnunum því þetta byggir á því að þú kallir til þá sérfræðinga sem þörfir á hverju sinni inn í aðgerðastjórnuna. Ef þú ert að fást við eldgos eða jarðskjálfta þá ertu með einhvern eldfjallafræðing eða jarðeldfræðing eða eitthvað slíkt Þannig að núna var svolítið nýtt og eitthvað sem við kannski átt sem við höfum ekki hort fyllilega í. Það var enda sett sóttvarnaáætlun fyrir hafnir fyrir nokkrum árum og ég man hvað þetta var óraunverulegt fyrir okkur þegar við vorum að æfa okkur í skrifborðsæfingu að skipuleggja að kæmi ykkur svona bráðsmitandi veira með ykkur skipi. Þú veist, þá sá maður ekki fyrir sér að við fengjum svona veiru bara inn í landið. En það hefur allt samstarf hefur eiginlega bara verið til fyrirmyndar og mjög gott að eiga samskipti við heilbrigðisyfirvöld og alla sem að þessu komu. Þetta byggir þetta allt á fólki. Þetta eru læknar og heilbrigðisstarfsfólk víðsvegar landi sem eru bara að sinna rosalega góða starfi. COVID-19 og ég bara fyrir starfsemi lögreglunar daglega, þið náttúrulega hafið þurft að stokka upp væntanlega vaktakerfið og svo framvegis eða hvað? Já, við þurftum að gera það og við varum náttúrulega aðalega að tryggja það að minnka snertifleitina, að láta sem fæsta hittast. Þannig að vera að skipta upp kaffistofum og salernum og passa það að vaktirnar hittust ekki og menn voru ekki sóttir á vaktina, menn kom sér sjálfu til vinnu og það vera að rauninni minnka alla svona snertifleiti, auk þess sem við auðvitað tókum upp stífar reglur hreinlæti og sprittun og þvott og allt slíkt. Því að starfsemi eins og okkar, þar sem að menn eru stöðugt í framlínunni, hún má ekki skerðast þannig að við getum ekki sinnt okkar verkefnum. Þannig að það var gríðarlega mikilvægt að við myndum ekki lenda í því að lögreglan lamaðist. Hvernig sér þú fyrir þér starfsemi lögreglunar þróast á næstu árum ef þú horfir bara nokkur ár fram í tímann? Ég held að það verði alltaf ríkari kröfur á lögregluna bara faglega starfsemi. Að það sé það verður gera ríkari faglegri kröfur til lögreglunar, það verður krafa meiri menntun, meiri sérhæfingu og meiri svona kannski sérhæfingu, svona alls konar þjálfun og slíkt
og það verður aukin krafa vinnu yfir landamæri og við sjáum bara hvað aukin ferðamannastraumur hefur breytt miklu á Íslandi. Það er bara frítt flæði fólks og ég held að við munum sjá meiri vinnu í kringum það. En svo finnst mér svona þegar maður lítur sér nær, þá skiptir auðvitað svona mestu máli þegar maður vaknar á morgnana og fyrir vinnuna að mann langir til þess að fara í vinnuna. Þannig að ég held að að sinna faglegum vinnubrögðum og að hafa vinnustaði lögregluna þannig að fólki líði þar vel. Ég held að það sé lykilatriði fyrir framtíð lögreglunar því að við þurfum gott fólk. Heldur að verið áfram eftirsóknarvert að starfa innan lögreglunar? Já, ég held það. Þetta er nú í hálfgerðri tísku núna, allavega með við ásóknina í háskólanámið. Þá þetta nám mjög vinsælt sem er mjög gott og mannvali mikið og það er jákvætt fyrir okkur. En við þurfum að vera samt með í rauninni þverskurð af þjóðinni og bara heimsmyndinni. Við þurfum að vera með alla tegundir og alla gerðir af fólki og ég held líka að það mun breytast. Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra, þakka þér fyrir spjallið.